Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 75 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætla ég að halda áfram að rýna í einhver söguleg eða menningartengd atriði sem eru þó tengd Íslandi og nú þekki ég ekki persónulega til þessa atriðis sjálfur svo vel því ég ekki mikið fyrir þetta. Það kemur kannski á óvart að ég sem einhvers konar tungumálanörd hafi ekki mikinn áhuga á þessu eða stunda það allavega talsvert lítið að neita þessa. En þetta eru þá íslenskar bókmenntir. Ég þá að reyna að segja að ég lesi talsvert lítið miðað við hvað ég stundi tungumál mikið eða allavega pæli mikið í þeim. En Ísland sérkennilegt á alheimsmarkaði, ef við ættum að kalla það markað, af því það mjög mikið af íslenskum bókmenntum sem verða til á hverju ári. Íslenskar bókmenntir eiga sér sinn sérkennilega stíl og þær þykja nokkuð vinsælar úti í heimi og þykja merkilegar og það má kannski helst sjá í þeirri staðreynd að við Íslendingar eigum einn aðila sem hefur unnið Nóbelsverðlaunin í bókmenntum sem þá Halldór Laxness sem fékk þau verðlaun fyrir skrif sín. Til þess að það geti gerst þá þurfa að vera nokkur atriði til staðar. Það þarf að vera til menning fyrir því að fólk stundi bókmenntir, að það lesi og að það skrifi og að það hafi gert það kannski í nokkuð langan tíma. Þannig ég ætla að stikla á stóru í gegnum þau atriði sem kannski eru ástæður fyrir því að íslenskar bókmenntir eru jafn miklar í umfangi og kannski jafn merkilegar og þær eru. Ég ætla ekki að stoppa of lengi á hverjum punkt og ætla það frekar bara að nefna nokkur einstök atriði frekar en að útskýra einhvern einn. Þá sérstaklega af því ég hef ekki nóg hvern punkt að segja því hann ekki endilega eitthvað sem kemur beint frá mér. Ein ástæðan fyrir þessu að okkur þykir nokkuð eðlilegt að bara skrifa bækur. Það eru mjög margir sem skrifa sögur sem einhvers konar áhugamál eða jafnvel sem hliðarstarf. Það eru ekki endilega margir sem kalla sig beinlínis rithöfunda. Heldur eiga sér sitt venjulega daglega starf og gefa svo út bækur eða allavega skrifa bækur þar við hliðina. Þannig að þetta ekki beint einhver elitískur titill sem fólk tekur sér til þess að verða rithöfundar. Þeir bara hreinlega skrifa bækur og þá samtímis verða þau að því sem heitir rithöfundar. Markaðurinn á Íslandi nokkuð lítill. Það eru mjög fáir sem búa á Íslandi eða lesa íslensku, allavega ef þú miðar við eins og þá sem kunna að lesa ensku eða skrifa ensku. Þá þarf ekki að fjárfesta í öruggum rithöfundum. Það ekki jafn stór veðmál sem eru gerð
hjá útgefendum, því það þarf ekki endilega að prenta og selja tugir þúsunda bóka til þess að útgefandinn fari að græða eitthvað á því. Það er orðin heimsfræg sagan af því hvað J.K. Rowling var neitað oft af öllum stóru útgáfunum þangað til einhver treysti á þessa sögu þennan galdra strák og gaf hana út, og það verður til eitt stærsti bókmenntaheimur síðustu áratuga. Þannig Íslendingar geta gefið út bækur sem eru kannski gefnar út í nokkrum hundruðum eða nokkrum þúsundum eintaka. Þannig áhætta útgefanda er minni, það geta fleiri gefið út og það leyfir fólki að gera einhverjar tilraunir. Það má gefa út mjög sértækar bækur og gefa út skrýtnar bækur, því það er ekki endilega markmiðið að ná að selja til allra í heiminum. Kannski vildi einhver bara prófa eitthvað nýtt, og þetta eitthvað nýtt gæti haft einhver áhrif á menninguna og þótt merkileg tilraun og hefur kannski áhrif jafnvel úti í heimi. Eitt af því sem íslenska ríkið hefur gert til þess stuðla að því að rithöfundar haldi áfram að skrifa er að þau hafa sett upp ákveðin sjóð, þá launasjóð sem styrkir útvalda aðila og ákveðin verkefni. Ríkið sér sinn hag í því að halda áfram að viðhalda íslenskum bókmenntum og bókmenntaarfi og þá á sama tíma að halda uppi íslenskunni sem tungumál og veita þá ákveðnum umsækjendum laun fyrir að halda áfram að skrifa. Umsækjendur sækja þá þennan styrk með því að lýsa þeim verkefnum sem þau hafa fyrir stafni, segja frá því sem þau ætla að gera og fái þau úthlutun frá þessum sjóði, þá er hann gefinn út í eins og mánuðum og það er tilkynnt fyrir alla þjóðina hvaða listamenn þiggja listamannalaun þetta ár og sjá þá kannski alla rithöfunda sem að fá 3 mánuði af listamannalaunum. Þannig þá er eins og ríkið borgi fyrir 3 mánaða vinnu frá þessum rithöfundum og reyndar öðrum listamönnum. Eitt af því sem hefur haft hvað mest áhrif á íslenska málþróun og jafnvel haft áhrif á það hversu lítil hún hefur verið, er að Íslendingar eignuðust mjög snemma ákveðin gullin staðal, sem er mjög léleg þýðing á golden standard, sem setti tóninn fyrir það hvernig við skrifum málið, hvaða orð við notum og hverju við viljum halda við. En þetta eru þá Íslendingasögurnar, oft kallað á ensku The Sagas, en áhrifin af þeim má enn finna í íslenskum bókmenntum. Því í þessum Íslendingasögum sögðum við frá erjum einhverja eðlilegra aðila. Það tengdist Guði ekki neitt, það var ekki bundið í eitthvað ljóðrænt mál og sagði bara frá einmitt eðlilegum hlutum á þeim tíma allavega. Og urðu til einhverjar merkilegustu bókmenntir allavega Norðurlanda og jafnvel Evrópu og heiminum. Í Íslendingasögunum er notað mjög sparlegt og skýrt mál. Það er mjög lítið sagt beint eins og tilhugalíf eða tilfinningar þeirra sem eiga þátt í sögunum. Það er engar beinar eða skýrar hetjur sem að eru klárlega góði kallinn og vondi kallinn
eins og börn myndu kalla það, og viðburðir og atburðir í þessum sögum fá bara að standa nokkuð óhreyfðir. Stundum dugar bara að segja þetta gerðist, frekar en að það þurfa að segja og þetta kom fyrir mig og það var hrikalega vont og svona leið mér þarna og svo framvegis. Þessi þurri stíll var mjög lengi við lýði í íslenskum bókmenntum á öldunum þar á eftir og í dag, þó ég lesi ekki mikið sjálfur, þá þykist ég vita það með nokkurri vissu, og ég hef fjallað þetta líka áður, að einhvern veginn sækja Íslendingar í þennan sið að segja frekar minna þegar þeir vilja meina mikið. Að það sé ákveðið drama sem fylgir því að segja sem minnst. Það þarf ekki 3 efnisgreinar til þess að segja hvernig einhverjum líður og lýsa því ítarlega. Stundum nægir að segja þetta gerðist og þá leyfir maður lesandanum eða neytendanum að finna það sjálfur hvaða áhrif þetta hlýtur að hafa haft á þá aðila sem þessi viðburður kom fyrir. Að við vinnum mikið með að segja frá einhverju með einhverju sem er ósagt. Að það þurfi að lesa á milli línanna. En ég kannski klára þá að fjalla eitthvað sem er ágætlega merkilegt fyrirbæri sem hefur orðið til á síðustu árum og nú hreinlega veit ég ekki hvenær þetta ætti að hafa byrjað en þetta er búið að vera við lýði allavega öll þau ár sem ég man eftir mér. Ég man ekki hvað ég er gamall þegar ég heyri þetta orð fyrst en þetta er það fyrirbæri þegar hver einustu jól koma út ótrúlega margar bækur næstum því í einu til þess að fólk nái að kaupa bækur til að gefa í jólagjöf. Það hefur lengi verið siður að gefa bækur jólin. Það er vissulega löng kvöld og mikið myrkur yfir veturna sem að býður upp á það að lesa mikið því maður getur lítið verið úti. En þetta heitir þá jólabókaflóð sem væri eins og Christmas book flood því það flæða bækur inn á markaðinn og í búðir í kringum jólin. En þetta er þá menningartengt fyrirbæri sem að verður til út af ákveðinni hringrás. Margar bækur koma út jól, margir kaupa bækur fyrir jól, margir þiggja bækur jólin og eftir ár gerist það sama. Það þýðir þá að útgefendur fara að treysta á það að fólk muni vilja kaupa bækur jólin, gefa þá kannski fleiri rithöfundum tækifæri til þess að gefa út, prenta fleiri bækur, gefa fleiri bækur út og neytendur taka það í sátt og sjá, hei, það er fullt af möguleikum til þess að gefa, kannski að ég gefi fleiri bækur og fleiri fá bækur í jólagjöf og hugsa að, hei, kannski á næstu jólum mun ég fá aftur fleiri bækur, kannski ætti ég líka að gefa bækur og svo framvegis og svo framvegis. Það er ekki til nógu gott íslenskt orð fyrir feedback loop, en þetta er klárlega dæmi það. Þannig til hefur orðið menning fyrir því að það verði ótrúlega margar bækur sem koma inn á íslenskan markað á hverju einasta ári og vegna þess hvað það eru margir sem gefa út bækur á þessum tíma, þá eru kannski nokkri sem að hefðu ekki annars gefið út bók sem stökkva á það færi að gefa út sitt fyrsta verk. Kannski einhverja tilraunakennda bók
út í kringum jól og bókina einhverjum vinsældum, margir kaupa hana, útgefandinn treystir þessum nýja rithöfundi og gefa hann út aftur og svo aftur og aftur og þannig verða til íslenskir rithöfundar eins og þeir hafi bara sprottið upp úr jörðinni, orðið til úr engu. Þetta getur gerst þegar menningin verður til fyrir þessu. Þannig, þetta var stutta umfjöllunin mín íslenska bókmenntamenningu. Ég biðst afsökunar ef eitthvað af þessu varð þunnt, en það hreinlega vegna þess að ég hef ekki sjálfur mikið þetta efni að segja frá minni persónulegu hlið. Ég hef næstum því eingöngu lesið það sem mér hefur verið sagt að lesa í skóla. Ég man ekki hvenær ég kláraði síðast íslenska bók, en þær bækur sem ég hef lesið man ég mjög vel og naut. Ég held að þetta sé bara að ég hafi aldrei orðið vanur því að lesa mér til ánægju og þá einmitt óeðlilegt að ég hafi orðið einhvers konar tungumála nörd miðað við það. Ef þú ert að hlusta þá þykir mér líklegra heldur en ekki að þú hafir einhvern áhuga á bókmenntum sjálfur og þá vona ég að þér hafi þótt þetta áhugaverð innrýni í þessa menningu Íslands. En ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.